Og áfram höldum við hér í föstudagsþætti N4. Í vikunni voru kynnt úrslit í hugmyndasamkeppni EIMS nýtingu lághitavatns á Norðurlandi eystra. Albertína Friðbjörg Elíasdóttir framkvæmdastjóri EIMS og Stefán Tryggva og Sigríðarson sem vann til verðlauna í þessari hugmyndasamkeppni eru komin hingað, verið velkomin. Albertína, kannski fyrst, hvað fyrir nokkuð lághitavatn? Já, hvað lághitavatn? Þegar stórt spurt. Það í rauninni bara vatn sem undir 150 gráðum. Allt vatn sem sagt undir því. Og svo sem sagt háhitavatn þá vatn sem yfir 200 gráðum. Og já. Hvernig stóð á því að þið fóruð út í þessa hugmyndasamkeppni? Staðan náttúrulega þannig á Norðurlandi eystra að við eigum ofgnótt af lághitavatni og bara heitu vatni svo sem yfir höfuð og við viljum reyna að vekja fólk til umhugsunar og hvetja fólk til þess að nýta betur þetta heita vatn sem ekki verið að nýta í beina raforkuframleiðslu. Hversu margar tillögur bárust? Það komu 14 tillögur sem við vorum bara virkilega ánægð með og þær voru mjög metnaðarfullar og fjölbreyttar. Það nefnilega hægt að nýta lághitavatn í svo margt og miklu meira heldur við erum að gera í dag. Það eru margir sem hafa minnst í Eyjafirði spáð og spekulerað í hvað hægt að gera við lághitavatnið sem rennur úr Vaðlaheiðargöngum. Stefán, þú vannst til verðlauna. Út af hvað gengur þín hugmynd? Já, mín hugmynd gengur í sjálfu sér út á það að auka virði vatnsins með því að gera það að aðdráttarafli fyrir ferðamenn. Og við erum búin að reka hótel núna í 12 ár, fjölskyldan, og við verðum við mikinn áhuga erlendra gesta á nánast öllu sem við kemur heita vatninu. Hvaðan það kemur, hvernig við nýtum það og annað slíkt. Og ég hef reyndar horft á þetta svæði frá því ég kom hérna norður fyrir 25 árum. Það er að segja þessa strönd hérna á móti Akureyri sem einhvern dýrmætasta svæði í firðinum. Og svo var það þegar að þessi samkeppni er auglýst að þá ákvað ég nú að koma frá mér ákveðnum hugmyndum og eins og fleiri horfði til einhvers konar ylstrandar og slíks. En þegar ég fór svona að vinna svolítið meira með þetta þá fannst mér bara að það væri ekkert land til þeirra hluta. Þetta er lítið undirlendi þarna og ég var nú svona komin í pínu þrot með mínar hugmyndir. Þangað til, eins og stundum maður segir, að bara eina nóttina þá bara vakna ég við það að það er náttúrulega allt til staðar. Það er að segja, með því að fara inn í berg sem gengur hérna í sjófram, bara rétt við gangnamuna, þá getum við skapað svona vissa leikmynd sem er að hluta til göngin sjálf eða útlit þeirra, nú bókstaflega sýnt hvaðan vatni kemur. Og unnið svo með það hins vegar áfram sem bæði baðvatni með alls konar lón og laugar og líka, sé ég fyrir mér að önnur hvelfing, svona hellahvelfing, verði fyrir ylræktina, þar sem við beinlínis bæði sýnum hvernig við notum vatni til ylræktar og reyndar, við getum verið með einhvers konar safaframleiðslu eða slíkt, safabar og boðið veitingar sem eru bókstaflega af þessum afurðum. Þetta er svona grunnhugmyndin. Það er stundum talað að það vanti segla til þess að laða ferðamenn að og svo framvegis. Heldurðu, og þú ert væntanlega sannfærður að þetta yrði ansi öflugur sigur? Já, ég eins og segi, ég er búinn að vera viðlögða ferðaþjónustu hér í firðinum í 12 ár og mér er að verða alltaf betur og betur ljóst að það vantar svona eins og maður myndi kalla must see stað hér í Eyjafirði. Við höfum mjög margt, þjónustustigið er mjög öflugt, en okkur, eins og ég segi, okkur vantar must see stað. Ég verð stundum svolítið, mér verður svolítið svara fátt þegar að gestirnir spyrja mig hvað verð ég að sjá og þá einhvern veginn verð ég alltaf að fara og spyrja meira áhugasvið fólks til að geta svarað, hvort það er listigarðurinn eða hvað það er. Og hef svona haft ákveðnar hugmyndir eitthvað slíkt og mér finnst satt að segja að þetta passi mjög vel inn í þá hugmyndafræði. Ég held reyndar og verð að viðurkenna það, ég er alltaf að verða skotnar og skotnar í þessari hugmynd, þú segir sjálfur frá. En það sem er kannski, fyrir utan þetta sem ég nefndi áðan áhuga útlendingar á heita vatninu, þá er náttúrulega staðsetningin ekki bara einstök gagnvart þessu að vera hérna á móti Akureyri,
heldur liggja allar leiðir ferðamanna þetta svæði. Það er að segja, við fáum mjög mikið af skemmtiferðaskipum og þetta er náttúrulega alveg rakin afþreying fyrir þá farþega. Í staðinn fyrir allir fari bara upp í rútu, þá sé ég alveg fyrir mér að við verðum bara einfaldlega með litla báta sem að fara þarna yfir og það er lagst bara þarna lítilli bryggju og gestirnir geta farið í 1-2 tíma í þessa hella og svo aftur yfir til Akureyrar. En síðan náttúrulega er þjóðleiðin hér í gegn og göngin ein og sér náttúrulega hafa mikið aðdráttarafl líka. Þetta sést frá Akureyri. Þetta sem ég kalla eland sem er sem sagt gróðurhvelfingin, hún er upplýst allt árið og sést mjög vel. Þannig að mér svona finnst að miðað við þá reynslu sem við höfum af rekstri Bláa lónsins, jarðbaðanna, aðstöðunar á Laugarvatni, að við getum nokkuð gert okkur grein fyrir því hvaða áhugi gesta fylgir þessu. Ég held að hann sé að þeirri stærðargráðu að þetta sé, satt að segja, bara bullandi hagkvæmt. Albertína, þegar dómnefndin sá þetta, var það bara strax með já, þetta er málið? Þetta var alveg erfitt val en jú, þetta þótti strax mjög spennandi hugmynd og náttúrulega eins og Stefán nefnir að nýta þannig augljóst svæði með besta útsýnið og yfir Akureyri og að tengja saman og það er einmitt það sem Eimur er svo mikið að tala um, fjölnýtingu heiss vatns. Að nota það bæði til þess að baða sig og til þess að rækta til dæmis í þessu tilfelli er gríðarlega spennandi. En það er eitt að fá hugmynd, en hvað tekur þá núna næst við? Já, hjá okkur tekur það við að halda áfram að reyna að hvetja fólk til að nýta heita vatnið. Ég meina með þessa tillögu, já, með tillöguna sjálfa. Verður Stefán aðstoðaður við að reikna þetta nánar út? Akkurat, þess vegna fengum við íslensk verðbréf með okkur í samstarf og þar er náttúrulega gríðarlega mikil sérþekking í nákvæmlega því að styðja við svona verkefni, aðstoða við að finna fjármagn og teikna hugmyndina upp og þannig að þeir taka svolítið við boltanum með Stefáni núna og við ætlum hins vegar bara að innhenda okkur í næstu verkefni hjá Eimi og sjálfsögðu náttúrulega að fylgjast áfram með og styðja við eins og við getum. Það var önnur tillaga sem að hlaut líka verðlaun og það er sem framleiðsla á þungu vatni og þetta er á Öxarfjarðarsvæðinu. Já, Öxarfjarðarsvæðið er mjög tilvalið fyrir svona verkefni að því leyti til að þar er náttúrulega gríða mikið af bæði heitu vatni og köldu vatni sem að þarf til svona framleiðslu. Og það þótti einmitt mjög spennandi verkefni vegna þess að það var að nýta einhvern veginn allar auðlindirnar sem að liggja í því svæði sem að eru því miður vannýttar í dag. Þungt vatn, er það notað í kjarnorku innað eða búið til kjarnorkusprengjur? Hafsteinn sem að kynnti hugmyndina á þriðjudaginn, hann kom nú reyndar svolítið vel inn á það að það er fyrirsjáanleg eftirspurn eftir þungu vatni ekki í kjarnorku iðnað heldur einmitt í hátækni iðnað, til dæmis í lyfjaframleiðslu og ljósleiðraframleiðslu og fleira. Þannig að það eru spennandi tækifæri í tengslu við þungt vatn framöndan í framtíðinu og ekki verið að framleiða það, til dæmis það er hvergi framleitt í Evrópu í dag. En Stefán, þú sem sagt, þá leggst yfir dæmið með íslenskum verðbréfum og fleirum að útfæra þína hugmyndir nánar. Já, sko, ég hélt nú að ég væri laus allra mála þegar ég væri búinn að skila þessum tillögum og væri svona bara svolítið að tappa af sjálfum mér og geti færið að einbeita mér einhverju öðru. En ég verð nú bara að viðurkenna það að viðbrögðin eru þessi eðlis að mig langar að láta á það reyna hversu opnir menn eru fyrir þessari hugmynd. Ég hef nú sagt að mér finnist sjálfum aðal áskorun í þessu ekki vera reksturinn og fjármögnunin endilega. Það er meira kannski bara viðhorf okkar. Erum við tilbúin að taka svona stórt skref, þetta er auðvitað töluvert stórt skref, og ekki bara taka það einu sinni. Það er að segja að það verður að viðhalda þessari hugmynd, hún verður að fá að þróast og já, ég hef nú líka sagt að það er áskorun í því að breyta þeim vandamálum sem hafa fylgt þessari gangnagerð
og skapa svona neikvæða ímynd. Við erum bara að horfast í augu við það að hjá töluverðum hluta þjóðarinnar hefur þetta neikvæða ímynd. Mér finnst þetta gefa tækifæri til þess að bókstaflega snúa vandræðum yfir í vinning og ef við höldum rétt á spilunum þá sé ég fyrir mér að þetta getur algjörlega breytt við þorra fólks til einmitt þessara hluta. Albertína, þetta gekk vel hjá okkur, ekki bara full ástæða til þess að gera fleiri samkeppnir? Heyrðu, jú, og við stefnum á það strax í haust, en þar ætlum við að einblína á framleiðslu með jarðhita, sem sagt einhvers konar ræktun eða nýtingu steinefna eða eitthvað slíkt, þannig að það er margt spennandi framöndan hjá okkur. Við fáum að fylgjast með því, Albertína og Stefán, þakka ykkur fyrir komuna og við höldum hér áfram rétt strax.